Við ætlum auðvitað að byrja í Vestmannaeyjum þar sem menn töluðu að poppa fyrir leik og þið voru nú að lýsa þessum leik, þú og Ingvar Ákason. Reyndum að gera okkar besta. Og því að menn treystu sér einfaldlega ekki til þess að lýsa leiknum í heimamenn. Já, menn kannski svona byggust einhvern veginn við bara að hita kannski, ég veit það ekki. Það var góð mæting, fullt af fólki sem mætti allavega á svona þennan comeback-leik hjá Kára til Vestmannaeyja en já, IBF allavega sildi þeim leik. Já, og Kári Kristján náttúrulega, hann verður 41 árs í næsta mánuði, ef ég maður rétt, og ég meina hann kemur inn bara að bekknum og hann skorar strax og fljótlega í kjölfarið. Hvernig var svona hans frammistaða? Nei, hann kemur inn bara og skorar úr fyrstu 2 sóknunum sínum. Þannig að hann bara nákvæmlega eins færi einhvern veginn og bara, já, ég bara ánægður fyrir hans hönd einhvern veginn að finna vettvang í Þór, í þorpinu, fá að ljúka þessu eða halda þessu áfram allavega á sínum forsendum. Þannig að það finnst mér gott, skilar 3 mörkum og góður en hitinn var kannski ekkit eins og maður hélt kannski að þetta yrði, en bara 3 færi, 3 skot, 3 mörk. Bara skrítið að sjá hann vera að spila mútið í IBF. Já, ekki spurning. Maður sá líka, það sem Einar að segja, honum greinilega létt. Bara geta reynt á sig handboltaskóna og fengið klístri aftur. Þetta skipta hann alveg fáralega miklu máli. Bara koma þarna til Eyja, skora nokkuð mörk, bara búin að rífa plásturinn hans af þessu og nú bara áfram gakk og ég meina, nú bara handbolti framundan og gaman að sjá Kára á vellinum, sko.